Ekki allir glaðir. Við vorum með svolítið skemmtilegan heimahóp hjá okkur að minnstakosti, núna miðvikudaginn. Og við vorum að tala efni sem mjög mikilvægt og lítið talað því miður í kristilegu samhengi. Og það efni það hvernig við höndlum fjármálin okkar. Og Guð vill að við séum generous, að við séum, hvernig segir maður á íslensku? Örlát, gjafmild. Vá, fyrirgefið þið. Þannig að Guð vill að við séum gjafmild. Guð vill að við höfum afgang, þannig að við getum blessað í ríki Guðs, blessað þá sem að þurfa á því að halda og svo framvegis. Og við sjáum þetta, við erum búin að vera að fara í mjög spennandi hluti síðustu sunnudaga, alveg bara ár aftur í tíman. Við höfum hort á það hvernig, og við höfum farið í gegnum það þegar Ísraelsmenn voru teknir út úr Egyptalandi, sem mynd upp á það þegar Jesú frelsar okkur úr þrælahúsinu. Hann frelsar okkur úr því sem við erum þrælar þess sem við biðjum ósigur fyrir. Og þinn ósigur gæti verið ólíkur mínum ósigri. Ég til dæmis býð reglulega ósigur fyrir Turkish pepper. Það vandamál í mínu lífi, ég ætla bara að segja það, ég ætla bara að játa það. Guð að díla við hjarta mitt varandi það mál. En við erum öll með eitthvað sem við höfum tilhneigingu til að býða ósigur fyrir. Nema þegar Jesús kemur og hann frelsar okkur, rétt eins og Gunnar minn sagði, þá erum við tekin út úr þrælahúsinu. Við erum tekin út úr þrælahúsinu og við þekkjum söguna, þeir fóru í gegnum eyðimörkina og Guð hafði kallað þá inn í landið helga. En vandinn sá, þegar Guð kallar okkur út úr þrælahúsinu, að við hugsum ennþá eins og þrælar. Við erum í kringumstæðum og það kannski auðvelt að taka fólk út úr Egyptalandi en það erfiðara, hlustiði vinir. Það erfiðara að taka Egyptaland út úr okkur. Því að við höfum skort hugsun. Guð vill blessa okkur. Guð vill að við endurnýjum hugarfarið okkar. Því að Guð hefur blessað okkur með allri andlegri blessun. Má ég heyra með hann? Guð hefur blessað okkur með allri andlegri blessun. En þetta hefur með hugarfar að gera. Og við vitum það að þegar þeir loksins eftir 40 ár voru búin að ganga hvað eftir annað og ganga á veggi og alls konar brestir voru komnir í ljós og alls konar sem þeir þurftu að horfast í augu við. Og þeir gerðu og þeir fóru að auðmýkja sig fyrir Guði því að það lykillinn í öllum þegar þú ætlar að ná árangur á einhverjum sviðum, það auðmýkt. Það mesti árangur þegar þú auðmýkir þig. Þegar við auðmýkjum okkur fyrir Guði þá fara hlutirnir að gerast. Og ef þið vantar sigur inn í þitt líf, ef þið vantar blessun inn í þitt líf, prófaðu að auðmýkja þig fyrir Guði. Það mun blessa líf þitt. Nema hvað, að þeir fóru inn í Egyptaland og við munum það Guð gaf þeim landið. Þeir gerðu bara nákvæmlega það sem að Drottinn hafði sagt og þeir tóku landið sér til eigna. Og landið mynd upp á gnægð. Landið mynd upp á það þegar Guð margfaldar það sem hann hefur gefið okkur. Landið mynd upp á það þegar við komumst á þann stað að við erum ekki lengur heyrendur orðsins, heldur framgöngum við í orðinu. Því að margir, vinir, ástæðan fyrir því að margir að skrölta á göngunum með Guði og rata ekki beinar brautir út af því að þeir heyra æðimargt en þeir framkvæma það ekki endilega. Og vinir, það sem að Drottinn vill gera fyrir okkur, hann vill kenna okkur að rata beinabrautir, að við séum ekki bara heyrendur orðsins, að við séum líka gjörendur. Því að þá koma ávextir inn í líf okkar sem að muni blessa þig bæði í nútíð og framtíð. Og þegar við frelsumst, að þá gefur Guð okkur heimannmund sem að vill að við ávöxtum. Við skulum bara orða sem slíkt. Og vinir, þegar við komum til Jesú út að við höfum þetta oft svolítið afmarkað. Þetta trúarlíf mitt, það bara hér, það þessi kassi hér. En Jesús hugsar þetta ekki þannig. Guð hugsar þetta þannig að þegar hann kemur í líf þitt, þá breytist allt líf þitt. Það breytist hvernig þú kemur fram við fólk.
Það breytist hvernig þú kemur fram við maka þinn, það breytist hvernig þú í rauninni aktar í lífinu. Það líka breytir fjármálunum þínum. Biblían nefnilega rosalega skýr á það að við eigum ekki vera þrælar gagnvart einum eða neinum. Og allt og margir frelsaðir einstaklingar eru þrælar til að mynda bankana. Vinir, Biblían rosalega skýr. Við eigum að eiga fyrir mögru árunum. Við eigum að leggja til hliðar. Við eigum að vera gjafmild. Við eigum að leyfa Guð að blessa fjármálun okkar. Og við eigum líka að gera eitt. Við eigum að greiða hratt tilbaka ef við skuldum. Við eigum hreinlega að selja yfirhafnirnar okkar til þess að greiða tilbaka skuldir sem við höfum tekið að láni. Það biblíulegt. Af hverju það? Leyfiði mér að útskýra. Ég var einu sinni að vinna í banka. Ég var deildastjóri í banka á þannig ég fór inn í, að vera forstöðumaður. Og ég get sagt ykkur það að það ekki til meiri streita í lífi fólks heldur en fjármálastreita. Og ég ætla að segja ykkur það að þú getur aldrei fyllilega gengið, þið veitir, heilsuga með drottni ef að þú ert undir stöðugri streitu. Þú ert ekki kallaður til þess að vera undir svona mikilli streitu. Og þú getur spurt hvað, en ég í þessum pakka, hvað á ég að gera? Biblían kennir að nægjusama, guðhræðsla samfara nægjusemi mikill gróðravegur. Ég ætla að segja þetta aftur. Guðhræðsla samfara nægjusemi mikill gróðravegur. Vinir, vandamálið við okkur það of auðvelt að hafa áhrif á okkur. Við höldum að hamingjan sé eitthvað sem við getum keypt. Við höldum að hamingjan sem eitthvað sem við þurfum að upplifa sem kostar pening. Og vinir, á þessum tíma sem við lifum á, þá þarf hamingju okkar að vera algjörlega rótföst í Guði. Vinir, það engin hamingja nema Jesús miðpunkturinn. Og ég ætla bara að segja ykkur það, vinir, Jesús vill kenna kirkjunni að setja fókusinn á drottin, guðhræðsla samfara nægjusemi. Og við fórum aðeins í gegnum það hvað nægjusemi Vinir, nægjusemi það að vilja það sem þú átt. Nægjusemi það að hugsa nokkru sinnum áður en þú fyrir að kaupa eitthvað sem að þú hefur kannski ekki þörf fyrir. Nægjusemi hefur með það að gera að við spörum frekar en að eyða. Og vinir, þegar við tilengum okkur nægjusemi, vitið hvað gerist? Allt í einu áttu peninga til þess að blessa Guðsríkið. Allt í einu áttu pening til þess að blessa náunga þinn. Allt í einu áttu pening til þess að vera frjáls og gera það sem að Guð hefur kallaði til þess að gera. Og vinir, við höfum látið blekkja okkur í samfélaginu sem við lifum í því að við erum ofta að hlaupa á eftir gulrót sem við getum virðist aldrei vera fengið. Og vinir, í dag að það þarf að vera endur nýjung hugarfarsins. Og vinir, ef við ætlum að ná árangri, þá þurfum við að ná árangri á okkur sjálfum. Við þurfum að gera það sem að Guð hefur kallað okkur til. Og við þurfum að gera það sem að orð Guðs kennir okkur að gera. Má ég heyra amen? Og ég ekki að segja að það sé endilega auðvelt. En fyrsta skrefið að beygja sig fyrir drottni. Það að verða fyrir andlegri, raunverulegri vakningu. Og vakningin felst í samfélagi við Jesú Krist. Og ég skal bara lofa því, ef að þú átt ekki samfélag við Jesú Krist á hverjum einasta degi, þá myndu lenda út í skurð. Við þurfum að leita hans á hverjum einasta degi, vinir. Hann kennir að náðin ný á hverjum degi. Og vinir, hann vil vera með okkur í þessu ferðalagi. Hann vil gefa okkur alla andlega blessun og hefur þegar gefið okkur alla andlega blessun. Halleluja. Þegar þú tekin úr þrælahúsinu þá gefur Guði nýja stöðu. Mér langar til að fara í Mattheus 25 og þetta Jesú að tala.
Hann að lýsa Guðs ríkinu, hann að lýsa himnaríki. Og þetta sagan talenturna sem við mörg hver könnumst við. Í Matteus 25:14, svo himnaríki sem mann ætlað úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim 3. 1. Hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talentur fór þegar, ávakstaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá sem 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessa þjóns og lét á gera skil. Sá með 5 talentur gekk þá fram og færði honum aðra 5 og sagði, Herra, 5 talentur seldi þú mér í hendur, hef ég þá grætt aðrar 5. Húsbóndi hans sagði við hann, gott þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakkin í fögnu herra þíns. Vinir, lykilatriði hér þegar við skoðum þessa frásögn og kannski ekki margir átta sig á. Því að við áttum ekki heima á þessum tíma. En þegar Jesú kemur með þessa dæmisögu, þá sprengt hún alla hugsun hjá þeim sem voru að hlýða á. Af hverju? Því að það var algjörlega óhugsandi að húsbóndi yfir ríku búi myndi afhenda þjónum eða þrælum sínum alla sínar eigur með þessum hætti. Það var óhugsandi. Það var óhugsandi því að þetta gerðist ekki. Þetta hefur aldrei gerst og gerðist aldrei á þessum tíma þegar Jesú var uppi. Aldrei. En þetta það sem að Guð gerði fyrir okkur. Vinir, þegar Guð gaf okkur son sinn, þá gaf hann okkur alla blessun. Hann gaf okkur allt í þessum heimi. Auk þess, vinir, þá hann búin að gefa hverjum og einum hérna inni talentur, hæfileika, getu. Og vinir, Drottinn vill sjá okkur margfalda þá hæfileika og getu sem hann hefur sett innan með okkur. Til þess að gera það, þá þarftu fyrst og síðast að hætta að hugsa eins og þræll. Ef að þrælarnir hefðu hugsað eins og þrælar, þá hefur aldrei getað ávaxta féð. Guð búinn að leysa þig. Guð hefur keypt syndir þínar. Guð hefur endurreist þig. Guð hefur gefið þig nýja stöð í honum. Og hann þráir að sjá þig vegna vel. Hann þráir að sjá þig lifa lífinu. Hann þráir að sjá ríki hans margfaldast í gegnum þig. Og vinir, allir hér inni eru með talentur, hvort sem að það ein eða fleiri. Við höfum öll gjafir sem að Guð hefur sett innan með okkur. Og vinir, Guð þráir að sjá ríki hans margfaldast með þeirri gjöf sem hann hefur sett innan með þér. Vinir, við eigum að vera alveg, hvað skal ég segja? Við eigum að vera alveg viðþolslaus ef við sjáum ekki fólk frelsast og leysast á samkomum okkar. Við eigum að vera viðþolslaus ef við sjáum ekki ríki Guðs stækka og eflast. Því að við erum kölluð til þess að efla og stækka Guðsríkið. Það köllun okkar. Og vinir, til þess að ganga út á köllunna, þá þurfum að vita það að við erum ekki lengur þrælar. Við erum ekki þrælar fortíðarinnar. Við erum ekki þrælar mistakana sem við höfum gert. Við erum heldur ekki þrælar aðstæðna sem við hreinlega bara sem hver fæddumst inn í. Ég veit ekki hversu oft ég heyri fólk tala þú skilur ekki. Þú skilur ekki, foreldrar mínar eru svona og svona. Aðstæður mínar voru svona og svona. Vinir, Guð hefur gefið þér nýja stöð í Kristi. Guð hefur endurreist þig og hann hefur gefið þér alla andlega blessun. Það ekkert sem að heldur tilbaka að bera mikinn ávöxt. Það bara hugarfar. Vinir, það bara hugarfar. Og
Drengur minn fór í Rómverjabréfi 12:1. Hann sagði, ég brýniði bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfaður að lifandi heilari Guði þóknarlegu fórn. Það sönn og rétt Guðstýrkun af yðar hendi. Við eigum að vera fórn og altari Guðs. Svo segir hann, glemdi hvað sagt, á altari Guðs, hvað kemur síðan? Við höfum ekki hagað okkur eftir old þessar heldur taka, þarna kom það, heldur að taka háttaskiptum með endur nýjung á hugarfæri. Þannig að við fáum að reyna hver vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Ég veit ekki einn sem vill ekki hið góða og fagra og fullkomna inn í sitt líf. Má ég sjá, við viljum öll hið góða, fagra og fullkomna. Til þess að fá hið góða, fagra og fullkomna, þá þarf að vera endurnýjung hugarfarsins. Vinir, við þurfum að minna okkur á, við erum ekki lengur þrælar. Við erum ekki þrælar í IKEA. Ég að tala við Gunni hérna. Við erum ekki þræla Costco lengur. Eru fleiri hugmyndir. Við erum ekki þræla Shein. Þarna kom eitthvað í ljós. Við erum ekki þrælar þessa, vinir. Guðhræðsla samfara nægjusemi. Og þegar við tilengum okkur þetta annað hugarfar, þegar við förum að skilja að Guði við veitt okkur alla andlega blessun. Vinir, blessun okkar kemur ekki að því sem að við kaupum. Hún kemur vegna samfélagsins við Drottinn. Og vinir, þegar við áttum okkur á því, þá förum að skilja. Já, býtu hvað snýst þetta? Þetta snýst Drottinn. Og ástæðan fyrir því að ég vildi tala persónuleg fjármál síðasta miðvikudag var einfaldlega út af því að djöfullinn hefur oft fengið fólk til að vera upptekinn af öllu öðru en því að gera vilja Guðs. Og ég veit ekki hversu margir í viðjum skulda, smálána og vísa rað og ég veit ekki hvað og hvað út af einhverju sem að einhver hefur selt þeim og þú ert í viðjum. Og hvað gerist þegar þú ert í slíkum viðjum? Þá kemur kvíði og vanlíðan og allt í einu fyrir all orka þín að snúast einhverja hluti sem að skipta engu máli. Og vinir, lykilatriði þarna að þú ert að búa til. Þú ert með skurðgoð. Það vil ekki margir heyra þetta. En vinir, gleði getur verið skurðgoð í þínu lífi. Þegar Jesús ekki númer 1, þá kemur eitthvað og sest í hásæti lífs okkar. Og það mismunandi hvað það er. Það getur verið vímuefni. Það getur verið dóp. Það getur verið fíkn með alls konar. Það getur verið kynlíf. Það getur verið sambönd. Það getur verið alls konar. En vinir, það sem að Guð vill gera, hann vill að þú ratir beinar brautir. Þess vegna segir hann, þú þarft að velja mig á hverjum einasta degi. Og þegar við veljum Drottinn, þegar við förum að kynnast Drottni, að þá förum við allt í að skilja að hann meira en nóg. Gleð okkar kemur frá honum. Má ég heyra amen? Vinir, gleð okkar verður aldrei keypt. Bara aldrei. Heimurinn hérna úti mun reyna að telja þið trú með það. En ég skal segja ykkur það að hún verður aldrei keypt. Engin afsláttur, nákvæmlega. Hún verður aldrei keypt. En ég get líka sagt ykkur það. Að þegar þú fer að tilenga þetta guðhræðsla samfara nægjusemi, þá myndu sjá hvernig Guð lætur peningana þína vaksa. Allt í einu hefur meiri pening til þess að leggja mörkum inn í Guðsríki. Þú hefur meira pening til þess að blessa náunga þinn. Þú getur actually verið farvegur fyrir blessing Guðs.
Og vinir, þetta hefur ekki bara með pening að gera, þetta hefur líka með gjafir þínar að gera. Við erum oft að metast eða bera okkur saman við næsta mann, en Guð vill nota þig og þína gjöf með einhverjum sérstökum hætti. Og Guð þráir að sjá þig margfalda þá gjöf sem hann hefur sett innra með þér. Má ég heyra amen? Halleluja. Halleluja. Og hugsið ykkur, talentan þín getur haft áhrif eilífð. Talentan þín getur haft áhrif á einhvern einstakling eilífð. Hugsið ykkur það. Og vinir, þegar Guð búinn að gefa okkur alla andlegu blessun, þá ber okkur að vaxa í þeirri gjöf. Við þurfum að leyfa fólki að smakka gjöfina. Við vitum hvernig Davíð orðaði þetta í Davíðssálmi 23. Drottin minn hirðir mig, mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, hann leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mín og jafnvel þótt ég fari gegnum dimman dal, óttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Það röng þýðing. Bikar minn á ekki vera barmafullur, hann á að flæða yfir. Minn bikar á að blessa þig. Þinn bikar á að blessa mig. Og ef við erum með bikar sem flæðir yfir, þá allt eðlilegt í Guðsríkinu. Þá blessar líf þitt aðra. Og vinir, ávextirnir sem að þú átt að bera eru ekki bara fyrir þig. Þeir eru fyrir alla í kringum þig. Og við eigum að bera mikinn ávöxt. Má ég heyra amen? Halleluja. Og kannski finnst þér þína talentur ekkert sérstakar. Ég hef stundum gert lítið úr mínum talentum, en ég held að ég sem fleiri en eina. En ég fór að leita eftir þessu, fór að googla, þetta nú ég orðin svo góð í að googla. Ég fór að skoða það hvað talenta væri mikils virði. Og við lesum þessas frásögn eins og þetta sé bara eitthvað svona, einhverjir, þú veist, kannski ekki mikil uppæð, en ein talenta að verðmæti eins og 20 ára laun. 20 ára laun. Og þetta í rauninni á að sýna okkur hversu mikið Guð hefur fjárfest innra með öllum. Sumum hefur hann gefið eina talentu, en öðrum hefur hann gefið fleiri talentur. Og vinir, þessar talentur eru mikils virði. Og hann vill fá endurgjöf af þeirri ávöxtun sem hann hefur sett innra með þér. Og við skulum lesa hér í orði Guðs. Í fyrra Korintubrefi 4:2. Nú þess krafist af ráðsmönnum að sérhver reynist trúr. Við erum nefnilega ráðsmenn. Allt sem við eigum, hvort sem það eru börnin okkar, peningarnir, eða hvað eina sem að Guð hefur gefið okkur. Og þú getur verið hérna í dag og sagt, nei, ég búin að vinna fyrir þessu öllu saman. Guð gaf þér líf. Guð gaf þér andadrátt. Guð gaf þér orku. Guð, allt sem þú átt út af drottni. Allt sem þú átt. Og vinir, við eigum að vera góðir ráðsmenn með því sem að Guð hefur sett innan með okkur. Við eigum að vera góðir ráðsmenn. Og hér kemur fram, ráðsmenn eiga að reynast trúir. Og hvað ráðsmaður? Ráðsmaður eins konar framkvæmdastjóri. Hann passar upp á eigendana og margfaldar eignina. Og vinir, hvað ég að gera til þess að margfalda þá eign sem að Guð hefur sett innan með mér? Ég að gera það akkurat núna. Ég að tala það sem að Guð hefur gert fyrir mig. Og vinir, það svo mikilvægt að við séum öll í þeirri stöðu, að við séum ekki bara heyrendur, við förum og segjum frá því sem að Guð hefur gert fyrir okkur. Og ég get talið upp fjöldan allan hér inni, þar sem að Guð hefur blessað ykkur og hann hefur sett fætur ykkur á klettinn og hann hefur gefið ykkur styrka göngu.
Og vinir, í dag að það þarftu að segja öðrum frá. Og við þurfum að hugsa þannig við erum að margfalda þá gjöf sem að Guð hefur sett innan með okkur. Við eigum að margfalda. Við eigum ekki að setja ljós okkar undir mælikér. Við eigum að segja öllum frá. Það þurfa allir á Jesú að halda. Það þurfa allir á Jesú að halda. Halleluja. Má ég heyra amen? Allir. Það þurfa allir á Jesú að halda. Í Galatabréfinu segir, notum ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjónum hvert öðru í kærleika og með góðum verkum. Þannig að vinir, Jesús talar Guðsríki sem ríki sem ávaxtar sig. Og mér langar til þess að hvetja ykkur í dag, til þess að hugsa fyrir komandi mánuð, fyrir júlímánuð. Ég ætla að nota júlímánuð til þess að ná til þeirra sem eru á leiðinu á samkomu en einhverju hluta vegna eru ekki komnir hingað inn. Ég ætla að teygja mig út því ég ætla að ávaxta féð sem að Guð sett innan með mig með betri hætti. Og mér langar til þess að koma með áskorun hér í dag. Kannski söknum við einhverja sem hafa verið að mæta á samkomur, búin að vera á fullu, en viðkomandi ekki að mæta. Vinir, hvað hefur Guð sett innan með þig til þess að hafa áhrif á viðkomandi? Við eigum að elska fólk. Við eigum að draga það inn í Guðsríki. Við eigum að ávaxta það pund sem að Guð hefur sett innan með okkur. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum að gera það. Má ég heyra amen? Í Jóhannesi 15:16 þá stendur, þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að bera ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veiti ykkur sérhver það sem þið biðjið í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Má ég heyra amen? Þannig hann býður okkur að ávaxta það sem hann hefur sett innan með okkur. Vinir, það hefur með samskipti okkar að gera. Hvernig eru samskiptin okkar við börnin okkar? Hvernig eru samskiptin okkar við maka okkar? Hvernig eru samskiptin okkar varandi fjármálin okkar? Þetta á alltaf vera Guð til dýrðar. Vinir, við fáum ekki ávöxt í líf okkar að vera bara heyrendur, við þurfum að vera gjörendur. Annars svíkjum við sjálf okkur. Og vinir, ég vil sjá kirkju sem að vegnar vel á öllum sviðum. Ekki bara félagslega. Ekki bara við komum saman til þess að lyfta upp nafni Guðs einu sinni í viku og svo heimahópar. Nei, heldur eins og vel smurð vel. Sem að fer út í þjóðfélag okkar og það gustar viðkomandi. Ég vil vera þessi típi í ræktinni, það vita allir hverra manna ég er. Og þá meina ég er ekki bara dóttir Gunnars og Ingu í krossinum. Ég er dóttir Guðs. Ég vil að allir viti hverra manna ég er. Ég vil enginn fari varhlut á því hvað Guð hefur gert í mínu lífi. Og vinir, við þurfum að vera með þetta attitút að það sem við gerum, að það gerum við vel. Við ölum börnin okkar vel upp. Við ölum þau upp í Guðsótt og góðum siðum. Og ég held að mér hefur bara tekist vel upp með mín. Er ekki allir sammála? Það er allt inn að vera þögn. Gunnar, hefur fólk ykkur að skoðuna þér? Við eigum að vera framúrskarandi hvernig við komum fram við maka okkar. Við eigum að vera framúrskarandi vinir. Við eigum að vera framúrskarandi í örlæti. Af hverju? Því hann hefur blessað okkur með allri andlegri blessun. Það er út af því að mitt líf flæðir yfir. Þegar ég lifi, þegar ég starfa, þegar ég passa upp á mína peninga, þá er það til þess að ég geti blessa Guð og blessa náungan. Þegar upp er staðið, þá er það tvennt í þessu heimi sem að skipti máli. Það eru peningar, nei, djók. Nei, það eru sálir manna.
og það orð Guðs. Og staðreyndin svo að þetta orð, og nú lýk ég máli mínu. Þetta orð hér eru sáðkorn. Þau eiga að fara í hjarta þitt og þau eiga að bera ávöxt á öllum sviðum lífs okkar. Á öllum sviðum lífs okkar. Og mér langar að minna þig á að þú ert ný sköpun í Kristi. Hið gamla var það engu, nýtt orðið til. Þú ert ekki lengur þræll. Þú ert sonur. Þú hefur sonarrétt. Og þú ert meiri segja. Þú erfir hlutdeildina í himninum. Þú ert samerfingi Guðs. Ég legg ekki meira á okkur. Rísum á fætur.